Verið velkomin kæri áhorfendur og ætla ég endilega að taka fyrir nokkuð dæmi það hvernig maður getur leyst svona einfald algebrujöfnur. Og fyrsta jafnan sem ég ætla að sýna ykkur er jafnan sem heitir x plus x er jafn mikið eins og 13. Og þá er það þannig að við þurfum að skilgreina ákveðna hluti. Við segjum að x-ið sé breyta og þessi tiltekna breyta, hún virkar þannig að við þurfum að finna þessa óþekktu breytu. Hún er þess að óþekkt í stærð, við veitum ekki hversu stór hún er, en ég veit eins að þessi óþekkta breyta pluss talan 6 er jafn stór eins og talan 13. Þannig að ég myndi búa til svona skemmtilega rauntölu ás sem ég myndi nota sem viðmið og myndi skella ykkur tölum á hann. Þá veit ég það er til ykkur staðsetning sem heitir staðsetningin 13. Og eina sem ég veit fyrir víst það er ykkur óþekkt tala sem ég veit ekki hversu stór hún er, sem er talan x. Og ef ég legg til ykkur aðra tölu, ef ég legg til töluna 6, þá á ég að fá staðsetninguna 13. Ég þarf bara að finna út í hver þessi staðsetning x er. Og í fljótu bragði þá getur maður giskað svona nokkuð fljótlega á það og séð svona eiginlega að það gefur eiginlega auðvitað að þetta maður getur mögulega verið 7 vegna þess að við getum testað þá einmitt að spurt spurninguna þegar x er jafnt á 7, hvað gerist þá? Ástæðan fyrir ég giskaði að sé jafnt á 7 það er vegna þess að ég veit að 7 plus 6 er jafn stórt eins og 13. Það er náttúrulega reynsla sem hann gefur mig þá þekkingu. Ef ég myndi núna að pröfa að stilla þá jöfninu upp sem að segir einmitt að x plus 6 er jafn stórt eins og stærðin 13, þá hlýtur x, ef það er jafnt á 7, að vera 7 plus 6 sem er jafn stórt eins og 13, eða við getum líka gert aðra leið, það er ekki þetta, en við getum núna lagt þetta saman og við uppgötum það að 13 er jafn stórt eins og 13. Þannig að svarið er að x er jafnt á 7 er lausnin sem við erum að sækjast eftir. Að samanskapi getur maður líka að nota aðrar algebruaðgerðir. Það sem við myndum kjósa einmitt að færa staðsetningun okkar aftur tilbaka 6 einingar á rauntöluásnum sem við erum að vinna með. Það er að segja það sem x-gildið okkar er. Þetta hérna er nota bene ekki x-ásinn. Þetta er eins og að talnaás þar sem allar tölurnar eiga sér stað og tilvist. Þar sem við byrjum í staðsetningunni 0 hérna og teljum 1, 2 og þannig allar leið upp að tölunni 13. Og þarna getum við tekið dæmi fyrir hvernig við myndum leysa þetta ef við myndum ekki komið á giskun og ég ætla núna að reyna að fara svolítið kerfisbundið að því. Fyrir að fyrsta, þetta hérna er óþekkt stærð, þannig að fyrsta sem ég vil gera það er að reyna að gera þessa óþekktu stærð ekki að vandamáli hjá okkur. Og við veitum að það er x plus x er jafn stórt eins og talan 13. Þá tek ég eftir því að ég geti dregið frá sikkurum með jafnaðarmerki með bara einfallega að færa alla rauntölu ásinn annarkvort til hægri eða til vinstri eftir hvora leiðina ég kýs. Þá geti dregið töluna 6 frá sikkurum með jafnaðarásinn vegna þess að 13 mínus talan 6 og 13 mínus talan 6 sem dæmi myndi vera sama að segja 7 er jafn stórt eins og 7. Það er að þetta er sönn-setning, það er ekki neinn mótsagn í að draga 3 sikkurum megin frá eða 7 sikkurum megin frá eða 6 sikkurum megin frá. Þannig að við draugum núna 6 plus 6 mínus 6 er jafn mikið eins og 13 mínus 6. Þá uppgötum við það að hérna gengur x-ið út, eða 6, talan 6 út með mínus 6, en ég ætla samt sem að skrifa svolítið. Það er einmitt að ef ég gerir talan 2 mínus 2 þá er jafn mikið eins og 0. Þá hlýtur 6 mínus 6 þá er jafn mikið eins og 0 að samaskapi. Þannig að við myndum fá x plus, og nú ætla ég að skrifa 0 viljandi, er jafn mikið eins og 13 mínus 6 sem er talan 7 og x plus 0 er bara jafnt á 0. Alveg eins og ef 2 plus 0 er jafnt á 2 og 3 plus 0 er jafnt á 3, þá hlýtur x plus 0 vera líka jafnt á stærri en x. Nei, ekki jafnt á. Það var nú ekki alveg það sem ég ætlaði að gera ásíð. Þannig þetta var svona óvart. Ég ætlaði að skrifa ekki jafnt á 0, heldur að skrifa jafnt á 7. Þannig að þá kemur hérna 7. Og þá er þetta lausnin. Þetta er sérst ein lausn sem við höfum í boði. Og þá höfum við raunverulega sem við gert er að við höfum tekið rauntölu ásinn eins og við þekkjum hann undir svona eðlilegum kringumstæðum. Og við höfum bara einfallega tekið staðsetninguna sem við byrjum með 0 og við erum með einhverja vegalengd x í burtu. Og síðan erum við aðra vegalengd sem er 6. Og við vitum að staðsetningin hérna er sama á staðsetningin 13 og einmitt með því að færa raunverulega allan rauntölu ásinn. Og það er það sem við gerum hérna í ósjálfrátt er að við færðum alla rauntölu ásinn þannig að við gátum fengið upp nýtt kerfi þar sem að
x-ið byrjar ennþá aftur í 0, þannig séð, þegar við ímyndaðum það, og við dróum þannig séð allan ásinn aftur á bak, þar sem að í raun og veru þá byrjar stærðin 0 hérna og við förum bara vegalengdina x, þannig að við byrjum hér í 0, hérna er vegalengdin x það eina sem er eftir, og það vill svo til að við getum séð að hún hlýtur að hitta í staðsetninguna 13 mínus 6 sem er jafnstórt og 7. En þetta er svona eitt af dæman og þetta eru tvær leiðir til að gera saman hlutin og þetta eru alveg jafngilda leiðir. Það skiptir engum máli hvora aðferðina þú notar, hvort þú giskar eða notar eitthvað svona fyrirframsetta reglur þar sem fólk fer í gegnum eitthvað ákveðið lausnarferli. Það vill svo til að þeim bara verður oft mjög erfitt að giska eftir því sem að vandamáli verða flóknari. Nú ætla ég að pröfa að taka einmitt fyrir annað dæmi og það dæmi er svona öðruvísi en það er samt sem að svipuðum karakter og toga. Þannig að við byrjum núna að gera svona fyrstu skrefin og þetta er eins og allt með öll fyrstu skrefin, þannig gangi alltaf illa í byrjun og síðan verður að skara og það er að pluss síðan 2 er jafn mikið eins og talan 10. Það er eitthvað sem segir að þetta hérna sé tilfellið, þetta er skilyrði sem við setjum og síðan er hérna breyta og þetta er breytan x sem við höfum eftir að finna, hún er óþekkt, við veitum ekki hvað stærð hún hefur og þar að leiðandi þurfum við að fara að finna út í, ég er alltaf ít á vitlaust að taka hérna, þetta er alveg voðalega frustrerandi. Já, það er að æfa með að nota þetta tekniborð betur og markmið okkar náttúrulega er að leysa það á sama máta eins og áður. Ég myndi núna pröfa að teikna þetta aftur upp á þessum talana ás sem ég er mjög hrifinn af og mér finnst mjög skemmtilegur, að notum einhver nýja liti. Þá myndum við geta sett 0 hérna og þá veit ég að 10 einingum setna mér eftir að ég er búin að taka einhverja tölu. Núna verður þetta svolítið skemmtilegt að ég er með einhverja vegalengd, nota bene, mínus x og síðan fer ég vegalengdina 2 í afgang og þá hef ég fått töluna 10. Þá verður fólk aðeins að hugsa hvernig getur þetta staðist upp. Ég get ekki sett 8 þannig að ef ég til dæmis pröfa að leika mér að segja þannig að ég veit 8 plus 2 er 8 10 ef ég pröfa til dæmis að skella inn töluna 8 þá uppgötaði það að afleiðingin af því verður að skilyrðið sem var sett hérna sem er mínus x plus 2 þá myndi það verða bara mínus 8 plus 2 er ekki jafnt á 10 reyndar vegna þess að við uppgötum það að mínus 8 plus 2 það er jafn mikið eins og mínus 6 vegna þess að þá vorum við allt í einu staðsett hérna í staðsetningunni mínus 8 og ef við leggjum 2 við í viðbót þá förum við bara einungis upp í staðsetninguna frá mínus 8 upp í staðsetninguna mínus 6 ef við færum okkur 2 til hliðar eða þess 2 til hægri og það er ekki jafnt á 10 þannig að það er mótsögn. Við megum ekki segja að þetta sé satt eða það kemur allan að frá mótsögn sem að gengur ekki upp með þá starffræði sem við erum vön að nota. Það eru til mótsagnir sem eru alveg leyfilegar en það er alveg langt annað mál fyrir út af fyrir sig. Kemur mótsögn hérna fram. Þannig að við getum núna að pröfa að fara þessa algebruleið. Ég ætla reyndar að giska að svarið sé mínus 8. Þetta er ágiskunin mín. Og þá getum að það að maður setur mínus 8 og mínus 8 og mínusinu mínus verður aftur pluss 2 er jafnt á 10 og þá getum að það hérna ef maður skellir þessu inn að mínusinu mínus þá fáum við 8 pluss 2 sem er jafnt á 10 eða 10 er jafn stórt á 10. Æðislega skemmtilegt. Já, þá allan gekk það upp og þetta hérna er ekki mótsögn þannig að við getum ekki sagt að það sé satt. Við getum sagt að það sé satt afsakið, ekki sagt. Önnur leið til að gera þetta líka og þetta er leiðin sem ég muni með þjálfa ykkur núna frá að mig nú að gera er að nýta ykkur það að þið getur stunda færslu með fram hérna rauntalásnum og færslan getur gefa ykkur svari sem við erum að sækjast eftir og hérna kemur dæmi slíka færslu þar sem 2 er jafn stórt eins og talan 10. Ef við núna að draga 2 sikkur megin frá jafnaðarmerkinu þar að segja við erum með mínus x plus 2 og sem kemur ykkur ný litur segjum bara brjálaður gulur mínus 2 er jafn mikið eins og 10 og síðan kemur mínus 2 hérna sikkur megin. Þá uppgötum það að plus 2 mínus 2 gefur okkur aftur 0 þannig við fáum mínus x plus 0 er jafn mikið eins og 8 eða mínus x er jafn mikið eins og 8 vegna þess að mínus x plus 0 það er bara ennþá mínus x og þá getur það að vera með svona lítið mínus hérna fyrir framann og ég vil endilega vita hvað breytan einu og sér jafn stór og þá markvaldaði með mínus 1 sikkur megin við jafnaðarmerki alltaf setja svona svega utan þetta og fólk verður að sætta sig við það að mínus 1 sinnum mínus x það gefur okkur x þannig að mínus 1 sinnum mínus 2 hlýtur að vera plus 2 þá hlýtur mínus 1 sinnum mínus x að gefa plus x og það verður mínus 1 markvaldað með tölunni 8 eða það gefur okkur x jafn stórt eins og talan mínus 8.
þannig að -1 sinnum 8 er -8 og þá er þetta ein lausn, þess að ein lausn sem við getum unnið með. Og þetta er svona dæmi um það að maður þarf einmitt að pæla svolítið í því hvernig stendur í, það stendur mínus hérna, hlýtur það ekki þá verið að fara aftur á bak? Jú, en ef það fer aftur á bak, þá verður að fara aftur áfram og við getum bara gert það með að setja mínus í staðinn fyrir pluss. Og þá förum við einmitt fram og tilbaka. Þannig að eina leiðin til að finna svarið við þessu, það er einmitt að raunverulega draga frá ykkur ákveðna stærðir og þá uppgötum að þetta er eina svarið sem gefur okkur möguleika að komast að ykkur svona skynsamlega. Og þess að hérna algebraaðgerðir, þetta er einmitt mjög hentur leið til þess að leysa einmitt út fyrir hvað þessi óþekkta breyta er. Maður getur einmitt pröfað að giska sig áfram eins og ég gerði hérna, en maður uppgötar fremur fljótt að það verður svolítið erfiðara eftir sem maður líður á. Þannig ég ætla núna að segja bara takk fyrir mig.